Höldum áfram með React og skoðum það núna hvað gerist þegar við erum komið með komponent sem heldur utan um sína eigin stöðu og eru uppfæra saman sig. En þessi komponent er líka partur af einhverju stærra forriti. Þannig að hver staðan í þessum komponent hefur áhrif á annan komponent sem að hugsanlega er barn komponentsins eða systkini eða barnabarn eða foreldri eða einhvers staðar á öðrum staði í tríinu en komponenti sjálfur er. Og þá þurfum við að hafa einhverja leið til þess að deila þessari stöðu á milli hluta komponenta. Og þetta getur síðan orðið flóknara, þannig að það getur verið í raun er einhver notandi innskráður og ef að notandinn er innskráður eða var að innskrá sig þá vill ég breyta í hausnum að nafnið á notandanum er komið, í fætinum vill ég setja líka eitthvað logout og ég vil breyta steiti út um allt í forritinu mínu út frá einhverjum komponent sem keyrði eitthvað á einhverjum einum stað. Og það eru nokkrar leiðir til þess að gera þetta og ein af þeim og svo sem er yfirleitt best að byrja á að athuga hvort maður geti notað er að lyfta stöðunni upp tréð og láta eitthvað sameiginlegt foreldri sjá um stöðu fyrir systkini eða þá fyrir börn og barnabörn. Og þá getum við lyft þessum börnum að uppfæra stöðuna í foreldrinu með því að rendera börninu út með proppi sem inniheldur fall sem uppfærir stöðuna. Þannig að við búum til eitthvað sem segir lætur fá viðeigandi barn fá fall, þannig að við getum uppfært stöðu með því að íta okkur takka í barninu og þegar við ítum á takkan þá gerum við eitthvað sem lætur stöðunni í foreldrinu breytast. Við það að staðan í foreldrinu breytist þá rýrendrar foreldrið og við það að foreldrið rýrendri þá rýrendrast öll börnin. Þannig að þá erum við bara búin að stakka út skópið á hvað er að gerast þegar eitthvað state er breytt. Og þetta samt virkar ekki alltaf út af því að við erum með þetta, ég vil geta loggað mig inn eða loggað mig út og þá vil ég breyta allri stöðu eða stöðunni í einhverjum header sem er langt í burtu, svona trélega séð frá komponentnum. Eigum við þá bara að vera með allt stateið allstaðar, á þá bara app að vera með stateið fyrir allt appið okkar. Og þá er það, já, hugsanlega, en að nota set state virkar ekkert sérstaklega vel. Þá höfum við önnur tól sem við skoðum aðeins í næsta tíma. En við þurfum, þetta hættir að make sense á ákveðnum tímapunkti. Og hvenær það hættir, það er bara svona sem kemur með reynslunni. En þetta er samt þetta, að vera með single source of truth er mjög mikilvægt. Þegar leið og við erum ekki lengur með single source of truth, þannig að við erum með input sem heldur utan sitt eigið state og komponent sem heldur utan annað state og við ætlum einhvern veginn manually að fara að halda utan tenginguna þarna milli, þá förum við bara að fá villur. Þannig að þá fyrir ég að submitta form sem eru með vittlisum gögnum með það sem var búið að slá inn út af því að ég gerði ráð fyrir því að einhver myndi íta fyrst í þennan reit og þá synkaði ég stateið úr þessum input yfir í hitt inputið. Þannig að við viljum í raun hafa þannig að allt state sé geymt í React og það sé geymt á einhvern skipulegan hátt. Og þetta getur þá leitt til þess að við séum að skrifa meiri kóða en þá fáum við í raun á móti meiri riggor í því hvernig við höldum utan stateið okkar og þar leiðandi færri bugga. Þannig að hérna er úr documentationinu dæmi lifting state up og við ætlum bara að skoða hvernig það er, þannig að þetta er bara nákvæmlega það dæmi. Sjá, þetta er skipta hérna. Og þetta dæmi sem býr til reiknivél sem reiknar á milli Fahrenheit og Celsius. Þannig að, og segir til út frá því hver hitastigið hvort að vatn muni sjóða. Og þessi er búið að skipta upp í nokkra komponenta sem við getum skoðað hérna og einhver hjálparföll og eitthvað svona. Þannig að við erum með eitthvað app og appið hefur bara í raun calculator og það er í raun það sem að sér þetta. Og svo hefur calculator, það hefur eitthvað sem er temperature input sem er þá þetta hérna. Það tekur við einhverju hitastigi
í einhverju mæleiningu og gerir eitthvað við það. Síðan höfum við þetta boiling verdict sem segir til hvort að vatn muni sjóða eða ekki og það athugar út frá Celsius hvort að vatn muni sjóða ekki og ef við erum í 100 gráðum eða hærri þá síður það. Og svo höfum við leiðir til þess að breyta úr Fahrenheit í Celsius og úr Celsius í Fahrenheit. Þannig að það er reiknið aðgerðina hérna. Og svo höfum við þessa scale names hérna sem í raun bara labelarnir hjá okkur. En þá kemur upp hvernig ætlum við að geyma state í þessu. Hvernig ætlum við að representa þetta state. Ætlum við að halda utan hitastigið í Fahrenheit og Celsius á sama tíma. Hver á að eiga hvaða hitastig er búið að slá inn, á hvort input að eiga það eða ætlum við að færa stateið upp. Og það sem við búið að gera hér búið að taka þessi ákvörðun það að við ætlum að geyma öll state með bæði temperature og scale og þegar við rendurum út þá ætlum við að reikna út frá því hvað er í stateinu okkar þá ætlum við að konverta yfir í hit. Önnur leið til að gera þetta væri að geyma alltaf hitastigið í Celsius og alltaf framkvæma hitastigið í reikningin þegar við birtum það. Þannig hérna er fengið eitthvað svona derived state út frá stateinu á komponentum. Þannig að ég hef búin að slá inn eitthvað og það er að geyma 100 gráður í Fahrenheit. En til þess að birta það þá þarf ég að reikna hvert er það hitastig í Celsius. Þannig ég fæ eitthvað sem er útreiknað state út frá grunnstateinu okkar. Og þetta er notað í svona state handling doti, að vera í raun með geyma bara eitt state og reikna síðan allt sem við getum reiknað út frá því. Af því ef við förum í raun að geyma bæði Celsius og Fahrenheit og svo eitthvað annað, sem er líka geymið í Kelvin, að þá fyrir við að halda þetta svo mikið að statei og þá fyrir við að auka slíkurnar að við gleymum einhvern tímann að uppfæra state og að þá að forritið okkar fara að sína í raun vittlausa stöðu. Síðan er uppfærslan á þessu í raun bara að segja þegar ég breyti Celsius þá ætla ég að setja að scaleið mitt sé C og gildið á temperaturunum sé inputið í þennan input handler, eða þennan change handler hérna. Þannig hérna er fall sem breytir internal stöðinu á komponentnum, þessum calculator, yfir í það að vera eitthvað nýtt hitastig. Þannig að þá erum við komið einhvern stað þar sem við erum að halda utan þessa virkni. Hvernig á að reikna þetta út og hvernig á síðan að birta þetta. Þá er síðan spurningin að ætli þessi komponent líka halda utan það hvernig við sláum þetta inn. Og hér er þess að búið að segja nei, við ætlum að búa til nýjan gauð sem heitir temperature input og þannig þessi komponent gerir er í raun að fá inn hvaða scale er verið að nota og hver er temperaturen í þessum scale sem er gefin hérna og síðan ef að ég breyti temperaturenum í gegnum þetta input þá ætla ég að kalla þetta handle Celsius change og svo sama fyrir Fahrenheit og svo aftur þetta boiling verdict þó að það sé einfalt það liggur mjög eðlilega við að taka það og aðskilja það líka frá og vera þá komið með eitthvað svona foreldriskomponent sem er calculator sem er í rauninni ekki að gera neitt annað en að vera svona konduktor fyrir þetta allt saman. Vita hver staðan er og segja hei, ef að þú breytir þá ættu að láta mig vita svona og ég uppfæri síðan og læti þig vita hvað þú ættu að teikna þá. Þannig að það sem að gerist þá í þessu temperature input er að það er controlled component sem að er þá með input hérna, það er með eitthvað value og enter temperature in scale names scale, þannig að það tekur inn þetta scale hérna og nota svo eitthvað global variable hérna uppi til þess að segja hvað það heitir. Það gæti líka komið bara einfallega með labelið þarna. Og svo í gegnum propsin þá birtum við hver þetta er, hvert valueið er og ef því er breytt þá köllum við í þetta handle change hérna og það sem handle change gerir er í raun að proxya kallið í þetta temperature change þannig að það tekur við gildinu úr þessu event hérna sem að verður target
í eventinu verður inputið og valueið verður gildið hér og sendir það inn í þetta onTemperatureChange fall sem bara prop og skilgreint hérna sem prop sem func og sendt af foreldrinu sem handle Celsius change eða handle Fahrenheit change eftir því hvort verið að rendera út. Þannig að við með sama komponentinn sem að gera mismunandi hluti og að láta samt sama yfir komponentin vita hvað að gerast. Þannig að með því að gera þetta svona, þá ef ég slæði eitthvað inn hérna, þá uppfæri ég stateið hér, við það uppfæra stateið hér, þá rendera ég aftur og ég les úr stateinu hver nýja skeilið, hver nýja temperatúrin, ég fæ út frá því hver Celsius gráðan og hver Fahrenheit gráðan og síðan teikna aftur útlitið mitt, segi fyrir Celsius hvert hitastigið fyrir Fahrenheit og öfugt og hvort að vatnið muni sjóða eða ekki. Þannig að þá fá ég hérna, ég slæ inn 10 og leið ég slæ inn 10 þá kallað innan input handler sem færir stateið upp og reiknar þetta út. Þannig ég fæ í rauntíma bara breytinguna hérna sem segir hvert þetta í Fahrenheit. Þannig að ef við fyrir upp í 500 þá það 260 gráður í Celsius og vatnið mun sjóða. Og hérna get ég gert alla þá útreikninga sem ég vill. En það sem í raun alltaf að gerast bara að ég að breyta stateinu, við það að breyta stateinu þá re-rendera ég appið. Og það ekki flóknara en það. Conceptually, þetta verður náttúrulega flókið þegar við erum með stærri tré og meira hlutum sem hreyfast. En bara með því að hafa eitt source of truth fyrir stateið á appinu okkar, eða stateið á komponentum, þá getum við gert það þannig að bara við einhverju breytingu, þá breyti ég þessu stateið og React sér bara með þessu one-way data binding, one-way data flow, að bara re-rendera allt sem þarf að breytast. Þannig að ef við myndum alltaf gera þetta ekki með React, þá værum við náttúrulega með miklu meira svona spaghetti kóða, þar sem við værum í raun að athuga hvað value af þessu inputi, bæta við event handler á hann sérstaklega, halda síðan utan stateið í forritinu okkar og í dominu, uppfæra það út frá hinu og þessu eftir því hvað búið að slá inn. Og þetta verður allt saman mjög svona straight forward hérna og auðvelt að hugsa og reasona En síðan svona smá samansafn af ýmsum hlutum í React. En þegar við erum með React og búin til React Component, þá erum við að extenda React.component. En við notum samt sem áður fyrir utan það frekar composition í staðinn fyrir inheritance. Þannig að við composum hlutum í staðinn fyrir að láta að erfa og fá út frá erfðarkerfinu einhverja sameiginlega virkni. Þannig að við munum bara extenda component eða pure component og við munum aldrei lenda í því að við förum að búa til eitthvað class myComponent extends component og svo mitt React component extends myComponent. Við þurfum aldrei að búa til eitthvað svona okkar eigin yfirklassa eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum alltaf bara að nota component og pure component sem gefur okkur aðgang að þessum lifecycle methods og húka okkur inn í React kerfið en aldrei neitt annað. Og síðan höfum við stundum þetta case að við erum með eitthvað komponent sem veit ekki hvað þau muni innihalda. Þannig að við erum með eitthvað komponent sem bara eitthvað box og eitthvað box í raun komponent og það eina sem þetta box komponent að gera í raun að hjálpa layoutun okkar að þetta bara eitthvað svona hjálpar klassi fyrir þetta bara svona div class wrapper, div class grid call eða eitthvað svoleiðis. Þetta bara eitthvað svona sem hjálpar okkur með að búa til útlitið okkar og þá getum við nota þau til að búa til útlitið okkar og það einfaldlega það sem þau gera að búa til þessi div eða það sem þarf til þess að útfæra þessi box þeirra og síðan nota children til þess að skrifa út bara restina af öllum börnunum. Þannig að þau það bara svona eitthvað millibils ástand þarna, bara partur af trénu og henda bara áfram children í render hjá sér og rendera út children. Þannig að ég get verið með eitthvað hérna þar sem ég að compósa eitthvað border við eitthvað annað og ég ætla að segja að ég ætla að vera með fancy border og það tekur þá inn props og það eitthvað litur sem á að koma þar. Það verður að vera props.color og þá hef ég einhverja grunnvirkni hérna, grunnútliti gegnum þennan fancy border klassa og svo extenda ég hann,
compósa við hann einhvern nýjan lit og þá fæ ég hérna bæði klassneimin hérna og sendi síðan áfram children. Þannig að þetta myndi verða eitthvað box með einhverju fancy border, lituðu einhvern veginn, en alveg sama hvaða börn munu vera sett inn í það. Þannig að ég geti sett inn í þetta titillinn minni á að vera með fancy border og listin minn og listætuminn minn og bara alltaf á að vera með fancy border. Eða þá ég bý til einhvern annan komponent sem hérna einhver dialog sem á að segja eitthvað, einhver skilaboð og í þessu tilfelli það einhver welcome skilaboð sem með title og message og þau eiga að vera inn í þessu fancy border. Þannig að þannig ég farin að compósa hluti sem að vita ekkert hvað fancy border alveg sama hvort það verði H1 og P inn í sér eða bara P eða bara H1 eða eitthvað allt annað element. Það skiptir ekki máli af því það hendir bara alltaf áfram children og leifir þessu bara renderast eins og það vill renderast. Og svo getum við notað þessa sérhæfingu ef við viljum geta endurnýtt eitthvað. Þannig að við getum búið til almennan komponent og útbúið síðan sérhæft tilvik. Þannig að ef við viljum taka innan dialog hérna sem var welcome dialog og búið til einhvern almennan dialog komponent sem með þessum bláa fancy border okkar og við vitum að þessi dialog mun alltaf vera með eitthvað title og eitthvað message og þá getum við bara sagt það það sem í raun almennt við þetta að fá title og message. Þá setjum við þetta sem við viljum breyta inn í props og búum þannig til einhvern komponent sem við getum þá verið að drita út hér og þar. Og síðan þegar við viljum búa til sértækt tilvik eins og þessi welcome dialog, þá getum við í raun búið hann til sem komponent sem notar dialog komponentin. Þannig að þá erum við búin að búa til þessa sérhæfingu en samt bara með því að compósa komponentar, ekki með því að vera með einhverjar erfðir. Og þau í React heiminu eru mjög á móti því að nota inheritance og segja þetta að í öllum þeim þúsundum komponentar sem þau hafa skrifað þá hafa þau ekki ennþá fundið use case sem myndi neyða eða sem þetta væri betri lausn að nota component inheritance hierarchies. Og eins og var hérna fyrir mörgum árum í Gang of Four bókinni Design Patterns favor object composition over class inheritance. Klassar eru yfirleitt ofnotaðir og ekki gott tól í forritum. Síðan ef við förum aðeins lengra með þessar hugmyndir sérhæfingar á stílum þá getum við búið til, og það oftast það sem maður byrjar að búið til, maður með einhvern vef og allir vefir eru með einhverja takka. Það bara lenskan og allir þurfa að vera með einhverja takka og við höfum einhvern grunn takka og þá getum við búið til einhvern grunn button component sem býr til hennan takka og það séð þetta gegnum verkefni að við erum með einhvern takka og við viljum fjarlæga rounded border, taka gráa litina á honum, búið til eitthvað annað border og gera eitthvað svona við hann og síðan fáum við sérhæft tilvik af buttonum. Þannig að við erum með eitthvað form og þar þurfum við til þess að buttonum virki, þá þarf að vera meira spacing í kringum hann eða hann þarf að vera breiðari, hann þarf að vera augljósari að þetta submit takki eitthvað svoleiðis. Og þá getum við nýtt þetta eins og með BEM að við getum búið til þessa sérhæfingu með því að senda inn auka classname og hafa sitt eigið classname í button. Þannig að við getum látið í raun button þó svo að button sé ekki button með litlu b í HTML elementið. Þá getum við nýtt okkur sama pattern og sagt button tekur við classname þannig að haga sér eins og button DOM elementið tekur við classname og svo compósum við í button klassunum okkar button classnameinu og nýja classnameinu þannig að þá færi það báða stíla. Þannig að hérna höfum við einhver takka, það eru button hérna og hann hefur einhver children, þannig að buttonin getur haft einhver children, hvort sem það texti eða einhver önnur element. Og hann hefur classnameið button sem þá útfært hérna í button CSS. En ef ég vil senda inn nánari sérhæfingu, þá get ég senda það í gegnum classname propsið og ég síðan rendra út buttonið með mínum stílum pluss sérhæfðu stílunum. Þannig að ef ég ætla að búa til form button, þá hef ég hérna einhverja leið í form til þess að sérhæfa stílinn, bæta við padding, bæta við margin, whatever. Þá get ég sendt það áfram í þetta og viðheld í raun sama patterninu að nota classname til þess að gefa til kynna að ég sé að setja stíla á hlutin. Og þá renderast út í formin okkar, takkin með button og form button. Og þetta í raun það almennt pattern að þetta
oft útfært með í raun falli sem kallað class names sem tekur við alls konar strengjum og útfærist class names streng út frá því. Þannig að við getum sendt inn objects til dæmis með þessu library sem ég vísi hér og út af því að það er true þá fær það foo, út af því að það er bar þá fær það líka og það er composað og það er gert að löglegu class name eins og myndum gera ráð fyrir, það verður þá foo bar eða við erum með foo og svo erum við eitthvað bar true, duck false, bas eitthvað og þetta er composar alls konar mismunandi hluti yfir í eitt streng sem við getum síðan notað fyrir class name hjá okkur. En þrátt fyrir allt þetta, hvað þetta lítur út fyrir að vera frábært, þetta halda utan um state og gera þetta, þá þurfum við stundum að nota svona imperative API. Og imperative API, ólíkt þessum declarative API, eru að við þurfum að segja nákvæmlega hvað á að gera. Þannig að ég ætla að opna einhver dialog í staðinn fyrir að segja eitthvað state, open og svo rendra ég þetta og þá er á state að vera open og við lýsum því sem á að gerast. Þá þarf ég explicitly að segja open og þá opnast einhver dialog og close, þá lokast þessi dialog. Í staðinn fyrir það að þetta is open er deklaratíva lifin sem að segja þá í raun útfærslan á þessu er falin fyrir okkur. Hún gæti verið að gera eitthvað svona open eða close en okkur er alveg sama. Við lýsum því sem við viljum að gerist. Og þetta er oft þegar við viljum vinna með einhver fókus á inputum eða með vídeo eða audio sem við erum að spila eða ef við ætlum að búa til eitthvað animation þar sem við þurfum að hafa eitthvað element og við þurfum bara að geta átt við elementi sjálf, við þurfum að geta reiknað hvað er stórt, við þurfum að geta sett nákvæmlega á það einhverja transformation til þess að láta það hreyfast og þá höfum við leið til þess í raun svona escape paths inn í DOM-ið þannig að það er skilgreind leið hjá React til þess að React segir ekki bara þú munt aldrei snerta DOM-ið það er bara ef þú þarft að snerta DOM-ið þá er þetta leiðin til þess og það er gert í gegnum hugtak sem er kallað ref og þá fáum við ref í DOM-element eða reference og getum unnið með DOM-elementi eins og við höfum gert áður. Við getum reiknað út stærðinu, við getum kallað append child og alls konar svona. Og þá er þetta önnur ástæða til þess að nota constructor að þegar við þurfum í raun að búa til þetta ref einhvers staðar og vísa síðan í elementi sem við viljum refa. Þannig að við þurfum einhvern veginn að búa til í constructorum. Input ref verður React ref með þessu og síðan þegar við rendurum út þá festum við nóðuna við með því að senda ref attribútið með gildinu á þessu input refi sem við erum að búa til. Þannig að eftir að ég er búinn að rendera þetta hérna út þá mun this.input.ref innihalda vísun í actual DOM elementið. Og við höfum current attribute, þannig að ef við ætlum að gera eitthvað við þetta þá er this.input.ref.current er DOM elementið sjálft. Þetta virkar ekki fyrir functional komponenta, þannig að þetta er bara í class-based komponentum með smá caveat samt. Og ef við sjáum að við séum að nota þetta mikið, allir komponentunir okkar eru með ref, þá bendir það sterklega til þess að við séum ekki að nota React leiðina til þess að skrifa komponenta, heldur við séum að nota þessa imperative DOM manipulation leið inn í React og þá er örugglega einhver betri leið til að skrifa komponentur okkar. Þannig að hérna get ég búið til einhver takka og þegar ég íti takkan þá set ég fókus í eitthvað input. Og ég get ekki gert þetta, það er engin leið til að gera þetta með declarative API af því það er ekkert attribute á input sem sett fókus á þetta. Af því fókus í raun eitthvað sem gerist við ákveðna virkni að ég tappa á milli og ég fæ fókus, ég klikka í, ég fæ fókus eða ég kalla í á DOM-elementinu fókus fallið. Og síðan eru líka önnur components sem við getum ekki gert að controlled components og þá verðum við að grípa til einhverja svona aðgerða og það á við form oft og svo líka önnur svona en yfirleitt form
og þá getum við sett byrjunargildið sem kemur frá okkur, frá React, í gegnum default value en ekki í gegnum value, og þá segjum við þetta upprunalega gildið, gildin hérðan í frá verða í raun manageð af þessu elementi sjálfu og ekki af React. Og síðan þegar við þurfum að ná í það, þá þurfum við að nota refið til að ná í gildið á þeim tímapunkti. Og það sem í raun vandræðagemsins þarna input type file sem alltaf uncontrolled. Við getum ekki búið til með state, við getum ekki uploada skrá og setja skrána sem state inn í React komponentum okkar. Þetta verður að láta browserinn sjá að halda utan stateið á því að það sé búið að velja eitthvað skrá, og síðan þegar við ætlum að uploada skráni þá grípum við gildið með upplýsingunum skrána. Og svo að lokum þá annar escape hatch til þess að setja inn hrátt HTML. En svo við sáum í síðasta tíma þá allt sem fer í gegnum JSX escaped. Þannig að ef ég set inn eitthvað sem lítur út eins og HTML component, þá verður það bara birt sem ampersand, lt, semikomma, heiti á component og hérna entity í staðinn fyrir opna og loka eða minna á stærðarmerkið. En þá annar svona escape hatch sem þessi svona fallega nefndur að bókstaflega attribútið heitir dangerously set inner HTML. Þannig að við alltaf þegar við skrifum þetta þá vitum við erum að gera eitthvað sem hættulegt. Þannig að ef ég ætla að fá að gera þetta þá þarf ég að búa til div og divið á að innihalda eitthvað hrátt HTML. Þá setjum ég attribútið dangerously set inner HTML og það object, og það object sem inniheldur einn key sem heitir underscore HTML og valueið í honum það sem á að vera sett hrátt inn í dómið. Þannig að þetta stingur virkilega í augun og viljandi gert til þess að láta okkur hugsa okkur tvisvar og finna einhverjar aðrar betri leiðir til þess að gera það sem við erum að gera. Þannig að skoðum dæmi. Það sem við höfum hérna þá eitthvað custom text input, uncontrolled form, file input, eitthvað video og svo eitthvað HTML streng. Og þannig að custom text inputið og HTML-ið sett inn hérna og svo þessi strengur settur með dangerously set inner HTML hér. Þannig að við skoðum hvernig það kemur út, þá höfum við þetta dæmi ég með takka og takkin vill setja fókus á eitthvað input og þá ég með þetta onClick handler hérna sem segir focus og focus mun kalla í this.input.ref.current focus og input.refið í raun búið til hérna í konstruktornum og bundið við nóðuna hér. Þannig að þessi hérna gaur mun vera þessi hérna nóða. Þannig að við loggum út hérna console log. Þannig núna klikka ég hér og þá fékk ég input fókusin hérna og ég logga út hérna current og current með input og inputið í raun bara nákvæmlega DOM elementið sjálft með öllu því sem það á. Og svo hérna strengurinn með einhverju HTML-i eða með attribútið inn í sem bara rendaður út sem attribútið, en ef við setjum það dangerously sem inner HTML þá fáum við þennan mid-dot sem okkur langaði svo mikið í. Og síðan fyrir uncontrolled form sem við erum þá með hérna, þannig að nú ég að slá eitthvað inn í og þetta lítur út eins og ég var með þetta áðan, en núna það samt þannig að ég bjó bara til inputið, ég gaf því eitthvað default value og núna ég í raun ekki með neitt state hérna. Þannig að ef ég fer hérna og ég skoða uncontrolled form þá ég með þetta, ég með children, ég með input og inputið mitt fekk default value en það ekkert value, það ekkert haldið utan neitt state í því hérna. Og
þá það gert þannig að ég bý til ref í inputið og þegar ég ætla að kalla í submitið eins og ég var með áðan hvernig á ég að sækja gildið, þá get ég sótt gildið með því að nota ref, með því að finna bara nákvæmlega elementið og spyrja elementið hvað valjúið. Og þetta það sem við þurfum að gera ef við erum með fæl, út því að þá erum við með þetta flóknari gagnastruktúr sem í raun hvernig haldið utan fæl upplýsingarnar. Þannig ef ég vel eitthvað að skrá hérna og ég hita submit, þá fæ ég þetta portfolio.xml og ég fæ hérna input type file úr þessu input current. Þannig að við gera files og þá sjáum við meiri upplýsingar það hvernig þessi gögn eru. Þannig að ég með þetta last modified name, size og svo í raun vísun þarna í actual skrána sem ég get náð í gegnum aðra aðferðir til þess að geta sendt skrána, sendt straumin áfram og geta þar af leiðandi búið til React form sem getur upplotað skrá. Og síðan höfum við að lokum eitthvað vídeó þar sem að ég geta gert eitthvað til þess að láta vídeóið byrja að spila. Þá getur við gert það þannig að ef ég hovera yfir þá spilar vídeóið, ef ég hovera út af þá hættir vídeóið að spila. Þannig að ég get búið til React komponent sem að gera svona flóknari hluti, sem að gera hluti sem eru eitthvað, þetta ekki bara eitthvað form, þetta að láta hluti hreyfast í rauntíma. Og þá get ég sagt video og þá hérna on mouse over, on mouse out eru event handlerar sem að keyra þegar músin fyrir yfir og músin fyrir út. Og þá get ég náð í ref í þetta vídeó og sagt þegar ég yfir, þá á vídeó að vera að spila, annars á það að vera post. Og þannig ég búin að búa það til, ég geti búið til komponent sem myndi fela þetta imperative API fyrir mér og ég geti kallað í þetta vídeó af öðrum komponentum og sagt hei, nú á vídeóið að spila, video playing true, en einhvers staðar ég að fela það í komponentum sjálf. Já, skulum taka 8 mínútna pásu.